Jóhann, hver eru þín viðbrögð eftir lokatölur? Við Framsóknarmenn erum náttúrulega bara í skýjunum með þetta. Við erum búin að vera að vinna grasrótarvinnu hérna hjá flokknum og gengum samheldinn þessi hópur til þessa kosninga. Ég held að við höfum svolítið hort út fyrir boxið varðandi kosningabaráttuna og haft gaman að henni. Þannig að við erum auðvitað gríðarlega stolt af þessum árangri. Það kom mér svolítið óvart að kjörsókn væri ekki nema 55%. En ég á þeirri skoðun að það sé skýri vilji kjósenda að við komum að næsta meirihluta í Reykjanesbæ og við munum takast á við það verkefni. Hvernig muntu gera það? Muntu hafa samband við núverandi meirihluta og bjóða þeim að koma inn í það eða leita eitthvað annað? Það hefur raunverulega svo sem við vorum bara að fá tölurnar, þannig að það er erfitt að vita hvernig hlutinni þróast. Væntanlega munum menn tala saman, geri ég ráð fyrir, bara núna á næstu mínútum. Það hefur verið venjan. En meirihlutin fellur, samanskapi tapa sjálfstæðismenn einu manni, en þetta er auðvitað sérstök staða, en ég held að við þurfum að reyna að mynda meirihluta sem að Reykjanesbær getur verið stoltur af og endurspegli vilja kjósenda. Við sjáum það að Samfylkingin bætir við sig manni og þetta er auðvitað bara sérstök staða, það eru 8 framboð sem bjóða fram, þannig að það þarf að greiða vel úr þessu og menn þurfa að vera tilbúinir í verkefninu og við erum sannarlega tilbúin. Og þú heldur að það séu engin stór mál í svona sem ljón í veginum að þið geti komið inn í nýja meirihluta? Við náttúrulega munum leggja áherslu fyrst og fremst á okkar helstu stefnumál og ef að menn ná saman með okkur varðandi þau, þá er það sem að gildir, það er númer 1, 2 og 3. Og við viljum auðvitað reyna að komast í þá stöðu að bæta hérna þjónustu varðandi heilbrigðisstofnunina og síðan er það skólamálin. Við höfum verið að leggja áherslu á þessi 2 mál og ef við fáum samhljóm til þess, þá er ég vonast til þess að það geti gengið upp. Nú er núverandi meirihluti ekki á sömu skoðun og þið hafi boðað í heilsugæslunni og eins hafa þeir jafnvel rætt að þetta hafi, geti verið erfitt mál varðandi kennarana sem að þessi 2 mál sem þú nefnir. Já, við höfum náttúrulega viljum forgangsraða í átt að kennarunum og við höfum lagt fram stefnu sem að við bökkum vel upp með tölum og teljum að það ætti að vera eitthvað sem allir ætti að geta sameinast um. Varðandi aðkomu bæjarins að heilsugæslunni, þá er það auðvitað samtal sem þarf að eiga sér stað við ríkið og lág allan tímann fyrir og við höfum auðvitað fókus á þangað og ég er að vonast til þess að menn taki undir þessi mál. Ég held að þetta séu þau stóru mál sem að meðal annars komu fram á fundinum í Stapa og þess vegna held ég að okkar fylgi hafi verið eins og raun ber vitni. En heldur að þetta mál sem að þú munt setja, hvað getur við sagt, á oddinn ef að þú ferð og tala við núverandi oddvita í meirihlutanum? Við munum auðvitað setja öll okkar mál á oddinn. Þessi stóru mál skipta okkur miklu máli og við settum fram 18 blaðsíðna stefnuskrá, mjög ítarlega með greinargerðum og þar eru fjölmörg góð mál og mikill samhljómur milli margra. Menn hafa talað um það. Það er til dæmis virðist vera nánast samhljómur milli allra flokka varðandi United Silicon, stöðin í Helguvík og við verðum bara að meta alla þessa þætti og velta fyrir okkur hvað okkar stefnumál geta náð fram og við þurfum auðvitað að vera með trausta stöðu fyrir sveitarfélagið og vera málsvarar íbúanna. Það er það sem skiptir mestu máli. Takk fyrir og til hamingju. Takk.